Foreldrar manns sem lést í flugslysi í Þingvallavatni telja að íslensk stjórnvöld hefðu átt að fyrirbyggja slysið. Þau undirbúa dómsmál á hendur þeim. Samgöngustofa vildi svipta flugmanninn skírteini sínu tæpu ári fyrir slysið. Úkraínuforseti segist tilbúinn í friðarviðræður undir stjórn Bandaríkjaforseta. Hann birti tilkynningu þetta innan við sólarhring eftir að Donald Trump sagðist ætla að hætta stuðningi við Úkraínumenn. Kanada, Kína og Mexíkó heita mótaðgerðum við innflutningstollum Bandaríkjanna. Hlutabréfamarkaðir allan heim tóku dýfu í dag. Ríkið getur sparað 71 milljarð með því að meðal annars að sameina stofnanir, fækka verkefnum og breyta regluverki. Starfshópur tók 10.000 hagræðingartillögur almennings og sauð niður í 60. Hér bara hamfarir, skilurðu. Stór tjón varð í Sandgerði eftir ofsaveðrið helgina. Eigandi ferðaþjónustu á staðnum segir ótækt að engar sjóvarnir hafi verið til staðar. Komiði sæl. Tæpu ári fyrir flugslysið í Þingvallavatni áttu Samgöngustofa og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í ítarlegum samskiptum að svipta flugmanninn skírteini sínu. Málið var fellt niður skömmu fyrir slysið. Foreldrar manns sem lést telja að stjórnvöld hafi brugðist eftirlitshlutverki sínu og sýnt af sér sakarnefnt athafnaleysi. Rétt fyrir hádegi fimmtudaginn 3. febrúar 2022 hafnaði eins hreyfils Cessna í Þingvallavatni. 4 menn voru borð, flugmaðurinn Haraldur Diego og 3 erlendir farþegar. Mennirnir létust allir. Einn farþeganna var bandaríska samfélagsmiðlastjarnan Josh Newman. Foreldrar hans telja að íslensk stjórnvöld beri mikla ábyrgð á því hvernig fór. Tæpu ári fyrir slysið áttu Samgöngustofa og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í ítarlegum samskiptum flugmanninn Harald og fyrirtæki hans Volcano Air. Fyrirtækið var ekki með flugrekstrarleyfi og hafði því ekki heimild til að fljúga með farþega gegn gjaldi. Lögreglan rannsakaði málið en felldi það niður á lokum nokkrum mánuðum áður en slysið varð. So for us personally, the root cause of this accident was because laws were existing on the books that were not followed and no one was overseeing them and ensuring that they were followed. I see the government being 100% responsible for this. Hjónin hafa falið lögmönnum sínum að undirbúa dómsmál á hendur íslenskum stjórnvöldum. Í fréttaskýringaþættinum Kveiki í kvöld verður rætt við Newman hjónin og bandarískan lögmann þeirra, auk þess sem samskipti Samgöngustofu og lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu verða birt. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, sagðist í dag vera tilbúinn í friðarviðræður sem Bandaríkjastjórn myndi leiða. Hann segir Úkraínumenn meta mikils þá aðstoð sem Bandaríkjamenn hafi veitt. Björn Malmquist, málin þróast hratt innan við sólarhringur síðan Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist ætla að hætta að styðja Úkraínumenn. Já, þetta gerist mjög hratt þessa dagana. Þessi skilaboð Zelenskís komu á samfélagsmiðlunum X núna síðdegis 3:30 að íslenskum tíma og vöktu auðvitað mjög mikla athygli, ekki síst eftir allt sem hefur gerst síðustu daga uppákomuna í Hvíta húsinu. Á föstudaginn leiðtogafundinn í Lundúnum helgina og svo náttúrulega sjálfsögðu yfirlýsingu Trump í gærkvöldi að ætla að hætta stuðningi. Þetta endurspeglar að sjálfsögðu svona þá stöðu sem að Úkraínumenn eru í gagnvart Rússum. Þetta segir líka til það að Evrópuríki eru eiginlega ekki fær að stíga inn í þetta skarð sem að Bandaríkjamenn skilja eftir sig farið þetta svona og þetta segir líka til það hversu gríðarlega mikilvægur hernaðarlegur stuðningur Bandaríkjanna við Úkraínu hefur verið. Bandaríkin jú það ríki sem hefur veitt mestan hernaðarlegan stuðning til Úkraínu síðustu 3 árin eða svo. Ekki bara hvað varðar vopn og skotfæri, heldur líka alls konar upplýsingar sem að gagnast á vígvellinum, gervihnattamyndir, greiningu á skotmörkum og alls konar svoleiðis vinnu. Ég talaði við úkraínskan embættismann hérna í Brussel í gær sem sagði að Úkraínumenn myndi kannski endast í 6 mánuði farið þetta svo að Bandaríkjamenn hætti stuðningi. Þetta að sjálfsögðu og gleymum heldur ekki líka loftvarnakerfunum sem að Bandaríkjamenn hafa látið Úkraínumenn fá, sem hafa vendað borgara í stærstu borgum og bæjum Úkraínu. Við fengum efni í dag frá Kiev, viðtöl við fólk á förnum vegi eftir að þessi tilkynning Trumps varð ljós og það var alveg á hreinu að fólki þar leist ekkert á blikuna. I was afraid
because I had a bad feeling. I never was a huge fan of Donald Trump. And I knew that something's gonna go wrong. Yes, it's a little bit scary. I'm a little bit afraid. I believe that Ukraine will continue to fight because I have two brothers who are fighting right now. The truth is, it's very hard to fight without the ammo. If the United States stop to provide us with Patriot missiles, it will be a problem for civilians. So it will be like a terror against civilians, in fact, supported by the United States. So it's not very good for the United States. Whatever happens, we will continue fighting for our lives, because this is, despite the global vision that this is a fight between Russia and NATO or European Union or whatever else, this is a fight, our fight for our lives. Björn Zelenský leggur til að þeir og Rússar gerir hlé á loftárásum og árásum á sjó og fangaskipti fari fram. Já, við spyrjum bara, þetta raunhæft? Þetta allavega í samræmi við þá tillögu sem að Emmanuel Macron Frakklandsforseti lagði fram eftir leiðtogafundinn í Lundúnum helgina. Þetta gæti svo sem verið ágætisbyrjun, ég veit það ekki, og mögulega svona aðgerð til þess að byggja upp einhvers konar traust á milli Úkraínumanna og Rússa, traust sem auðvitað af skornum skammti. Við eigum eftir að heyra viðbrögð úr Hvíta húsinu, við eigum eftir að heyra viðbrögð frá Rússum og svona hvernig þessu verður tekið hjá þeim. En hvað með Evrópusambandið og aðkomu þess? Já, sko, hérna í Brussel verður haldinn leiðtogafundur, aukaleiðtogafundur á fimmtudaginn, þar sem að Úkraína verður aðal umræðuefnið. Það er verið að tala milljarða evra pakka til að setja saman fyrir Úkraínu í tilefni þessum fundi á sjálfsögðu, í tilefni af öllu því sem að sko gerast. Það er ennþá verið að semja þennan pakka. Ég meina, Brussel er borg málamiðlana og það er ekki alveg á hreinu hvernig það fer. Það eru aðalega tvö ríki sem að virðast standa í veginum, það eru Ungverjaland og Slóvakía. Við skulum sjá til hvernig þetta fer á fimmtudaginn, hvort það tekst að svona ná einhverju lendingu hvað þetta varðar. Það er mikill þrýstingur frá hinum aðildarríkjunum 25 að sjálfsögðu. Þessu tengt þá er Evrópusambandi líka að gíra sig upp í stóraukna hergagnaframleiðslu í Evrópu. Ætlar að verja stórum upphæðum, sagði forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á blaðamannafundi hér í Berlaymont byggingunni í morgun. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. We will, of course, continue working closely with our partners in NATO. This is a moment for Europe, and we are ready to step up. Og hlutabréfamarkaði tóku dýfu þegar Bandaríkjastjórn samþykkti boðaða hækkun á innflutningstollum á vörur frá Kanada, Mexíkó og Kína. Trump sakar stjórnvöld í Kanada og Mexíkó að hafa ekki tekist að stöðva ólöglegan innflutning fólks og lyfja yfir landamærin. Það sé megin ástæða þess að 25% innflutningstollar voru í dag settir á vörur frá þessum tveimur nágrannaríkjum. Trump boðaði tollahækkanir fyrir kosningar, meðal annars til þess að standa vörð bandarísk störf og efnahag. Í febrúar setti hann 10% innflutningstolla á Kína. Í dag voru þeir hækkaðir í 20%. Ákvörðun forsetans hefur vakið viðbrögð víða eins og búast mátti við. Virði hlutabréfa á Asíumarkaði lækkaði leið og tilkynningin barst í gærkvöld og sömuleiðis skart við opnun markaða í Evrópu. Ris S&P 500 vísitölunar í Bandaríkjunum frá því eftir kosningar hvarf alveg í viðskiptum dagsins. Bréf í stórum fjármálafyrirtækjum vestanhafs hríðféllu einnig við opnun á Wall Street. Gengi Bandaríkjadals féll sömuleiðis og hefur ekki verið lægra í 3 mánuði. Stjórnendur stórmarkaða á borð við Best Buy og Target vara viðskiptavini við að verða eftir að hækka í verslunum þeirra á næstu dögum. Aðrir fyrirtækja eigendur sem reiða sig á innfluttar vörur eru einnig uggandi. For example, I was buying a load of lentil from Canada and they told me we will honor our prices, but you are responsible to pay the tariff. I feel it the first week, but after so long being prolonged,
it's going to hurt your wallet. I just retired and I'm concerned about how far my money will go. Stjórnvöld í Kanada, Kína og Mexíkó voru viðbúin tíðindunum og brugðust skjótt við. We are ready with $155 billion worth of tariffs, and we're ready with the first tranche of tariffs. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. 中方多次阐明了反对的立场，采取的反制措施完全是维护自身权益的正当必要之举。 Már Wolfgang Miksa, Bandaríkjaforseti, hann ætlar að vernda störfin í Bandaríkjunum og auka þennan hagvöxt heima fyrir. Eru þessar aðgerðir vænlega til árangurs? Já, það eru vænlega til árangurs fyrir sumaiðnaði, til dæmis stáliðnað og áliðnað. En svona við bara tökum Íslands sem dæmi, ef að Íslendingar myndu fara í einhvers konar tollastríð, að það yrði jákvætt fyrir landbúnað, því að erlenda landbúnaðvörur yrðu þá síður í hillum í krónunu og bónus, en á sama tíma þá væri erfitt fyrir sjávarútvegsfyrirtæki að selja sínar afurðir erlendis. Þannig þetta fer svona dálítið í báðar áttir. En hann beitti svipuðum aðgerðum í sinni fyrri forsetatíð. Geta fyrirtækin með einhverjum hætti skautað fram hjá þessu? Það er hægt. Það er hægt að bara eitt ríki, ríki geti að láti vörunar millilenda í ykkur öðru ríki sem að væri ekki með þessa tolla og setta á eitthvað bara nýja límiða, búið til hér eða þar og fluttar þannig áfram og það hefur verið gert. En ávinningurinn er svona takmarkaður og það er verið að loka slíkar gloppur svona, frekar mikið þessa dagana, augljóslega. En svo kannski það sem við veltum mikið fyrir okkur, hvort allir með þessar aðgerðir geti aukið verðbólguna og þá spyrjum við okkur því hvaða hópar yrðu það helst fyrir barðin á því? Já, bara hærri tollar, það þýðir bara hærra verð á vörum og það eru þetta þeir hópar sem að síst mega við verðhækkunum, því að þetta eru þá verðhækkanir sem eiga sér stað en umfram launum og það er þá lægst launuðu hópanir sem að verða mest fyrir barðin á slíku tollastríði. Þannig að það sér ekki fyrir endan á þessu og afleiðingum á þessu? Nei. Már Wolfgang Miksa, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir mig. Og þá förum við hingað heim. Ríflega 70 milljarðar getur sparast yfir 5 ára tímabil ef tillögur almennings til hagræðingar í ríkisrekstri ná fram að ganga. Starfshópi var falið að fara yfir 10.000 tillögur frá almenningi og 60 tillögur enduðu svo á blaði. Þar kennir ýmissa grasa, enda er skjalið sem kynnt var á blaðamannafundi í dag hátt í 80 blaðsíður. Uppsafnaður sparnaður fyrir 5 ára tímabil 2026 til 2030 yrði 71 milljarður króna. Þannig geti sparnaður á næsta ári hljóðað upp á 7,3 milljarða og hækka svo árlega og væri komin í 20,4 milljarða árið 2030. Hópurinn leggur fram nokkrar tillögur aðhald í æðstu stjórn ríkisins. Til dæmis að afnema sérkjör hæstaréttardómara og handhafa forsetavalds. Auk þess á að afnema ráðstöfunarfé ráðherra og endurskoða og lækka styrki til stjórnmálaflokka. Helst er lögð áhersla á sameiningu stofnana og samrekstur. Þannig eigi að stofna eitt sýslumannsembætti sem kallast þjónustumiðstöð ríkisins og lagt er til að Tryggingastofnun og sjúkratryggingar fari í eina sæng. Þá verði sett á fót svokölluð safnastofnun með sameiningu safna og stofnaðar 2 aðskildar háskólasamstæður, annars vegar Háskóla Íslands, Háskólans og Hólum og Landbúnaðarháskóla Íslands, ásamt Keldum og Landsbókasafni. Hins vegar fari Háskólinn á Akureyri og Háskólinn á Bifröst undir eina yfirstjórn. Varðandi réttarkerfið lagt til að lögregluembættum verði fækkað með sameiningu, héraðsdómstólar sameinaðir í einn og hæstaréttardómurum fækkað. Formaður hagræðingarhópsins tekur fram að fjöldi tillagna hafi borist sem snúi að pólitískum úrlausnarefnum en hópurinn hafi ekki tekið þær fyrir. Því hafi ekki verið settar fram tillögur sem til dæmis feli í sér róttækar breytingar á ÁTVR eða RÚV. Ég held að við getum farið beint í því að bæta regluverki hérna. Það mun skapa bæði almenningi og ríkissjóði miklu sparnaði og svo tekur aðeins lengri tíma þessi sameining og samrækstur stofnana. En ég held að það sé eitthvað sem við eigum að fara í, einfallega vegna þess að þetta bæti þjónustuna okkar, skilvirknina og slagkraftin fyrir fyrirtækin. Nú forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin sé ánægð með tillögurnar en að hún hafi ekki tekið afstöðu til þeirra. Hvert ráðuneyti fyrir sig taki þær til sín og vinni úr þeim.
en 71 milljarður, áttur vona á kannski meira? Þetta nú kannski ekkit fjarri þeim tölum sem datt í huga gætu komið inn. Það eru þetta margt í rekstri ríkissjóðs sem bara hluti að velferðarkerfinu. Við erum með almannatryggingakerfi, við erum með heilbrigðiskerfi, við erum með þjónustu sem að nútíma samfélag ekki tilbúið að gefa frá sér. Þannig að stór partur af þessum 1500 milljörðum sem oft talað í tengslu við ríkissjóð svona þjónusta sem við sem samfélag erum orðin svolítið föst í. Það breytir því ekki að ríkið og hefur alltaf verið rekið á jaðrinum og það oft verið að takast á 2-3 milljarðar hér og þar. Þannig að 20 milljarðar í árlegan sparnað sem tækifæri eru þetta umtalsverðar upphæðir. Og þá snúum við okkur að öðrum. Talsvert tjón varð í Suðurnesjabæ vegna ofsaveðurs sem gekk yfir landið helgina. Frístundabyggðin Nátthagi umflotin sjó og varnargarður í Sandgerði hreyflegur. Ég persónulega hef ekki séð hann fara svona illa, maður hefur séð skóla úr honum á og til en ekki svona mikið á öllum garðinum. Segir Tómas varnargarðinn sem stendur við Austurbryggju Sandgerðishafnar. Hann ásamt félögum úr björgunarsveitinni Sigurvon stóðu í stórræðum við björgunaraðgerðir á sunnudagskvöld fram á mánudagsmorgun vegna stórstreymis og hafróts. Öldugangurinn var svo mikill að bátar losnuðu frá bryggju. Og það var þarna sem sjór gekk á land með þeim afleiðingum að báturinn kastaðist upp á bryggju og sat þar fastur stund. Frístundabyggðin Nátthagi sem stendur milli Garðs og Sandgerðis þar sem stunduð ferðaþjónusta fór ekki varhluta af ofsaveðrinu. Þetta talsvert landflæmi sem ræðir þar sem sjór hefur gengið á land. Þetta hús hérna þar sem áður var graslendi í kring stendur nú í miðri tjörn og þar sem áður var vegur enginn. Eigandi segir fregnir stöðuna hafa komið frá gestum. Það þurfti að færa bílinn þar sem væri svo mikið vatn í kringum bústaðinn og þegar ég kom þá leit þetta bara alls ekki vel út. Það fyrsta sem ég gerði var að bjóða fólkinu að færa sig yfir á hótel. Hún segir að enn sem komið sé hún ekki búin að ná utan umfang tjónsins. Þetta sé talsvert áfall. Ég allavega búin að loka og bara í raun og veru bara lenda og sjá hvað í gangi og hvernig ég get tekið næstu skref. Næsta markmið reyndar að ná mér í vöðlur og fara að kíkja þar inn og sjá hvað í gangi. Unnur segir ótækt að sjóvarnir séu ekki til staðar og kallar eftir viðræðum við stjórnvöld og Suðurnesjabæ. Auðvitað vona ég að hlutinir séu góðir og manni sé sýnt skilningur eða íbúðar og ferðarþjónusta að hér bara hamfarir skilurðu og eitthvað þarf að gera. Forstjóri Icelandair segir þungbært að hætta áætlunarflugi til Ísafjarðar á næsta ári en ekki verði hjá því komist. Samgönguráðherra segir að allt verði gert til að tryggja áframhaldandi flug. Icelandair hefur tilkynnt að áætlunarflugi til Ísafjarðar verði hætt mitt næsta ár. Það vega þyngst breyttar forsendur í flugi til Grænlands þar sem stærri vélar verða notaðar. Og þannig að Ísafjörður sá áfangastaður getur ekki staðið undir þessum flota. Ein flugleið og því miður verður því að bregðast við þessu svona. Reglulegt áætlunarflug hefur verið til Ísafjarðar áratugum saman og því gefur augaleið að þetta högg fyrir Vestfirðinga. Þetta mjög þungbær ákvörðun vegna þess að innanlandsflugið mjög mikilvæg þáttur í okkar starfsemi og við höfum verið að styrkja þessa starfsemi hjá okkur, taka þetta nær hjartan í okkar starfsemi. Við erum bara með eitt vörumerki, eitt sölu- og dreifikerfi sem Icelandair í dag og innanlandsflugið hefur gengið ágætlega. Á fimmtudag heldur Icelandair fund með bæjar- og sveitarstjórum á Vestfjörðum. Fundur með samgönguráðherra einnig á dagskrá. Samgönguráðherra útilokar ekki að annar aðili gæti komið af þessu flugi. Og við ræddum þetta ríkisstjórnarfund áðan og það er alveg klart mál, mikið samstæða það að við munum tryggja, gera allt í okkar valdi sem okkar valdi stendur til að tryggja áframhaldið flug eftir að Icelandair hættir að fljúga í lok sumars næsta árs. Með hvað hætti þá? Það eftir að koma í ljós. Í dag sprengidagur, síðasti dagurinn fyrir lönguföstu. Af því tilefni fengu margir sér saltkjöt og baunasúpu en áformum kjötföstu virðast á undanhaldi. Ég borðaði þetta ekki fyrst en svo pröfaði þetta einn daginn og ég var bara, þetta alveg gott. Ég held áfram að gera þetta. Margir sprengfylla á sér magan af saltkjöti og baunum í dag, daginn fyrir lönguföstu sem 7 vikna kjötfasta fram að páskum. Það fer hins vegar eitthvað minna fyrir föstuáformum. Til að fasta svo fram að páskum? Nei, alls ekki. Það liggur við Ég held það. Vissir að það væri samt svona tilgangur með þessum degi? Nei, reyndar ekki.
Fasta? Nei, á maður ekki að borða á sig gat á þessum dögum? Alls ekki sko. Maður þarf alltaf að borða sko. Svangir menn vinna ekki. Það myndi ég drepast ef ég gerði það sko. En vissir það væri tilgangurinn með þessum degi svona upphaflega? Já, svona í gamla daga, já. Ertu komin hingað svona til að borða þér pakksettan áður en þú ferð að fasta fram að páskum? Já, það er meiningin. Ég gera það alltaf á hverju ári. Það har alltaf verið svoleiðis? Fram á kvöldmat allavega. Já, Bergsteinn, hvað ætlum að bjóða í? Við ætlum að tala eins konar föstur, allavega aðhald. Það er svo sé hagræðing, starfshópur á vegum ríkisstjórnarinnar. Tilur að það sé hægt að spara 70 milljarða á næstu árum eftir að hafa legið yfir sparnaðartillögum sem almenningur og fleiri sendu inn á undanfarnum vikum. Við ætlum að tala við þau Gylfa Ólafsson og Hildi Georgsdóttur sem sátu bæði í hópnum. Við hittum líka grænmetisbændur norður í landi sem ætla að bregða búi af því að hækkandi raforkuverð er bara hreinlega að ríða þeim á sleik. Og í lok þáttar að fjöllum við nýja tækni sem auðveldar fólki með sykursýki að komast í reglulega augnskimun. Missum ekki kannsljósi, takk fyrir þetta Bergsteinn og þá er það veðrið, allhvöss suðvestanátt fram á nótt og éljagangur sunnan og vestanlands með takmörkuðu skyggni og erfiðum aksturskilyrðum, sér í lagi á fjallvegum. Hæg breytileg átt á morgun og það verður skýjað með köflum og él á stöku stað en áfram þurrt og bjart á norðaustanverðu landinu. Hiti verður í kringum frostmark. En það verður nánað fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Eftir dagshlé hélt keppni áfram á heimsmeistaramótinu í skíðagöngu með sömu spennu og var helgina. Alltaf þarf þetta að vera svo spennandi! 16 liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í fótbolta lauk á mest spennandi hátt mögulegan í gærkvöldi. Og norsk yfirvöld ætla að leggja mikið fé í að sporna við því að börn og ungmenni geta ekki stundað vinsælustu íþróttir landsins af fjárhagsástæðum. Íþróttir eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja það sem helst í þessum fréttatíma. Foreldrar manns sem lést í flugslysi í Þingvallavatni telja að íslensk stjórnvöld hefðu átt að fyrirbyggja slysið. Þau undirbúa dómsmál á hendur þeim. Samgöngustofa vildi svipta flugmanninn skírteini sínu tæpu ári fyrir slysið. Úkraínuforseti segist tilbúinn í friðarviðræður undir stjórn Bandaríkjaforseta. Hann birti tilkynningu þetta innan við sólarhring eftir að Donald Trump sagðist ætla að hætta stuðningi við Úkraínumenn. Kanada, Kína og Mexíkó heita mótaðgerðum við innflutningstollum Bandaríkjanna. Hlutabréfamarkaðir allan heim tóku dýfu í dag. Ríkið getur sparað 71 milljarð með því að meðal annars að sameina stofnanir, fækka verkefnum og breyta regluverki. Starfshópur tók 10.000 hagræðingartillögur almennings og sauð niður í 60. Stórtjón varð í Sandgerði eftir ofsaveðrið helgina. Eigandi ferðaþjónustu á staðnum segir ótækt að engar sjóvarnir hafi verið til staðar. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo kveik. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kveikur, fréttaskýringaþáttur með fjölbreyttar áherslur. Rafmagnslaus tilvera. Sænskir þættir þar sem 10 þátttakendur reyna að komast af í langvarandi rafmagnsleysi. Hljómsveitin 2. Lífið í sinfóníuhljómsveit hjá stórri danskri menningarstofnun er ekki alltaf dans á rósum. Bláa línan. Þriðja þáttaröðin daglegt líf og hættulegt starf lögregluþjóna í Malmö og ókveikjandi andrúmslofti sem gerir stöðugt erfiðara að skilja á milli vinnunnar og einkalífsins. Komið sæl og blessuð og verið velkomin í þáttinn. Á föstudaginn verður vikan með Gísla Marteini aðeins seinna á ferðinni en venjulega vegna afmælis tónleika Sinfó. Bara ég er ekki að fara heim. Það er svo margir dagar. En við verðum með frábæra gesti og tónlist frá Daniel og Birni klukkan 21:55. Við hlökkum til að sjá ykkur. Marsmánuður er magnaður á RÚV og bikarkeppnirnar eiga sviðið. Úrslit ráðast í 4 stórum bikarkeppnum. Það er Hamar sem er bikarmeistari. Kjörísbikarnum í blaki. 3-0 sigur fyrir Aftureldingu og langþráður bikarmeistaratitill. Hér rennur leiktíminn út. Keflavík er bikarmeistari. Í
Ísbikarnum í körfubolta. 16. sinn sem að Keflavík vinnur þennan bikar. Stjarnan bikarmeistari kvenna í hópumleikum. Bikarmótunum í 5 leikum. Það eru Selfosskonur sem koma að sjá og sigra